Nú þegar að skólarnir hafa klárast og sumarfríið skollið á, má sjá börn að leik hvert sem litið og þar Fáskrúðsfjörður engin undantekning. Þar nóg í boði en vinsælastur sennilega svokallaður ærslabelgur sem nýlega var komið fyrir á nýju fjölskyldu- og útivistarsvæði í skrúðgarðinum þar í bæ. Við erum stödd í skrúðgarðinum á Fáskrúðsfirði og við erum að breyta honum, við erum áhugahópur hérna sem erum að breyta honum í fjölskyldu- og útivistarsvæði. Og fórum á stað með þetta í ágúst í fyrra. Við erum stofnuð Facebook-hóp 30. júlí og fórum þá á stað með að senda inn að fá leyfi hjá Fjarðabyggð fyrir að nýta svæðið af því að Fjarðabyggð er á þetta svæði. Og 22. ágúst hittust við, vorum 16 sem hittust á svona stofnfundi fyrir garðinn og vorum að ræða bara hvað við vildum fá hérna í garðinn og hvernig við sæjum þetta fyrir okkur og ákváðum að fyrsta verkefni væri að ráðast í ærslabelg. Og fórum bara fullt í það, fórum við dreifum með það í hús hérna og sendum á fyrirtæki og bara keyrðum þetta af stað og þann 19. september var belgurinn komin upp og 15. október var búið að greiða upp belginn. Þannig að þá fór hann í gang og hérna var hoppað og skoppað frá 15. október og þangað til bara allt komið að kafi snjó og tókum við loft í orðunum. Belgurinn liggur sem sagt í dvala á veturnar en tekin í notkun leið og færi gefst. Einnig hafa verið settar upp fallvarnir í kringum belginn sem koma líka í veg fyrir drullusvað og gera svæði snyrtilegra. En hvernig hefur aðsóknin verið? Er þetta mikið notað? Herði, hér eiginlega bara börn frá því að skólinn og leikskólinn er búinn og bara fram á kvöld, sko. Það bara, já, þetta bara eins og félagsmiðstöð, sko. Þetta ótrúlega gaman að sjá hvað mikið líf hérna og foreldrarnir að koma með börnunum og það er bara ótrúlega mikið fjör að sjá hvað er mikið líf hérna. Hrefna segir margt vera á döfinni hjá áhugafélaginu en í lok sumars áætlað að byggja í garðinum stóran kastala, rólur og klifurgrindur. Einnig hefur 9 hólu frisbeegolfvöllur verið settur upp en ýmis fyrirtæki, starfsmannafélög og einstaklingar á staðnum fjármögnuðu kaup á körfunum. Hún segir íbúa Fáskrúðsfjarðar vera mjög ánægða með þetta framtak félagsins. Og það er líka bara búið að ganga svo vel, það er allir svo velviljaðir að koma og hjálpa og taka vel í söfnunina. Það voru börn hérna að gefa afmælispenningarna sína og samla dósum og ömmur og afar fyrir sunnan sem eiga barnabörn að leggja inn penning fyrir 1000 kall fyrir hvert barnabarn og þannig var ótrúlega gaman að hvað þetta gekk hratt og hvað þetta gekk vel. Krökkunum á Fáskrúðsfirði stendur margt í boða yfir sumartíman, meðal annars að sækja íþróttaskóla á vegum Leiknis. Á góðviðrisdögum fer hann fram úti en þegar kuldinn bankar upp á gott að geta leita skjóls í íþróttahúsinu. Guðmundur þjálfari og krakkarnir voru á fullu þegar okkur bara garði en gáfu sér þó tíma í smá spjall. Herðu, þetta er bara íþróttaskóli sem fyrir krakka fædd 2008 til 2012 og við hérna erum alla virka daga frá 10 til 12 og erum í rauninni bara að reyna að hafa gaman. Og hvað eru margir krakkar núna? Sko núna þau hafa verið eiginlega bara frá 20 til 25 núna alla daga. Bara mjög góð mæting og mjög ánægð með það. Hefur þetta verið í boði í mörg ár eða er þetta fyrsta ári núna? Nei, þetta hefur nefnilega verið bara, ég man eftir að ég var sjálfur í þessu. Og þá var þetta samt með öðru sniði, þá var þetta sem sagt knattspyrnuskóli og síðan þriðja hverja viku þá var komin leikjaskóli, svona eins og þetta er í dag. En núna, þetta held ég þriðja ári sem þetta er með þessu sniði, sem sagt íþróttaskóli, þar sem við bara reynum að gera eitthvað fjölbreytt og skemmtilegt og erum frá 10 til 12. Og eru margir þjálfarar í þessu? Þetta er nefnilega, ég sé þetta, svo hef ég verið að fá stráka sem sagt úr bæjarvinnunni hérna, bara lánaði til að hjálpa mér og þeir hafa staðið sér mjög vel. Hvað eru þið að gera á þessu leikinámskeiði? Fullt af leikjum og bara skemmta mér. Við förum í stórfiskaleik og stífinn og eitthvað. Hvort finnst ykkur skemmtilega að vera úti eða inni? Úti. Af hverju? Það maður fær bara ferskt loft og ekki vera alltaf inni. Líka meira pláss. Við erum ekki innipúkar. Við erum bara að leika bara skemmtilega. Við förum í einhverju leiki og svoleiðis. Stundum gerum við eitthvað svona fjallgöngu og eitthvað svona. Og eru þið inni oftast eða úti? Úti. Þegar kalt og regnum þá förum við oftast inn í íþróttahús. En hvað er það skemmtilegasta sem þið gerið á leiknámskeið?
Stífan. Stífan. Og hvað er það? Það er leikur. Og hvernig virkar hann? Hann er svona, við skiptum í 2 lið, svo eru 2 fyrirliðar og það er svona kassi með bolta inni á 2 helmingum. Og þessi hinlegin var inn á boltanum þarna megin og hinulegin á inn á boltanum þarna. Og svo verður bara svona ráðu hver á að vera hvar og svona að pæta. Og eru þið öll sammála að það sé skemmtilegasti leikurinn? Nema þegar rifrildi. Það er rifrildi. Gerist það oft? Já. Stundum. Já, þau voru svo sannarlega hress börnin í íþróttaskólanum. Og að lokum hvetjum við alla þá sem eiga leið Fáskrúðsfjörð að kíkja á nýja útivistarsvæði í skrúðgarðinum, því eins og glöggt má sjá það ekki bara börnin sem hafa gaman af því sem þar í boði.